Já, komið sæl, sunnudagur, sýnir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar vöktu lengi, alla sérstaklega sem vildi fá tölur úr Reykjavík. En hér á eftir koma til okkar 3 starfsmenn stjórnmálaflokka. Það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar, Tómas Þór Þórðarson, starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símasdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar. En hingað til okkar núna komið Gísli Marteinn Baldursson, sjónvarpsmaður. Já. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, ráðgjafi? Blaðamaður bara. Blaðamaður, já, hallón best. Og Árni Helgason, nýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Verið velkomin. Takk. Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni. Hvernig áttur von á einhverju í líkingu við þetta? Sigur Sjálfstæðisflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt. Já. Og sérstaklega ljósið þess að miðflokkurinn líka að sigra. Ég hélt kannski að svona sameiginlega þaki fyrir þessa 2 flokka væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búinn að segja ef að Sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 þá myndi miðflokkurinn ekki fá 3. Þannig að það að þessir 2 flokkar nái meirihluta saman kom mér á óvart. Já. En öðru leyti, ég meina þá er þetta stórt tap fyrir Framsókn og Pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum 5 þingmönnum. Borgarfulltrúum þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu þar sem að margt var þeim svona dálítið mótdrægt og erfitt kjörtímabil bara sem var svona rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum 5 borgarfulltrúum svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau. Kannski getur Viðreisn verið smá fúl að ná bara 2, ég held að þau hefði nú ætlað sér að gera meira. Já, ég held að líka. Já. Þannig að ég meina þetta svona, það var alveg, þetta ekkit eitthvað, kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta meiri sigur, þetta meiri svona hægri íhaldssveifla heldur en að ég hélt að því. Það að mynda betur svona fyrstu viðbröðu, Þóra Kristín. Já, ég tek undir með Gísla Marteini, ég var hissa á því hvað þetta var rosalega hörð hægri beygja. Ég átti von á því ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meirihluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessir 2 flokkar, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur innu saman. Að þeir myndu fá þennan meirihluta. Ég held þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en ekki að það myndi aukast á lokametrunum eins og gerðist. En mér finnst öfugt við Gísla, þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu, allavega í borginni vera Samfylkingin. Mér finnst mjög illa komið fyrir Samfylkingunni vegna þess að ég held að Samfylkingin hafði í rauninni mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum. Ég held að það sé margt sem að Samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta. Fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk, annað ekki trúverðugt. Samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér og það mjög leiðilegt. Það Pétur hafði ekki staðið sér nú vel. Ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara Samfylkinguna. Samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér. Það margt sem að Samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp. Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta einn. Það hefði þurft að leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt af eigin verkum. Samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum. Það margt sem að það ákveðin valdaþreyta, það ákveðin svona valdaroki, það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að fríska upp á, en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við í búi, þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í Var, ég meina það stemdi nú í algjörst óefni þar. Akkur getur Samfylkingin ekki verið stolt af þessu? Akkur þarf hún að koma fram einhvern veginn flóttaleg? Ég skildi ekki þessa strategi. Og ég held að Samfylkingin hefði geta gert betra mót ef hún hefði staðið betur með sjálfur sér. Hvað var þar aðra í vinstrinu? Mér fannst vinstrið ekki vera að ná svona
mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt af eigin verkum. Mér fannst þau ekki vera að koma sem sterk liðsheld fram. Mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir Pírötum. Mér fannst að mörgu leyti óverðskuldað því að þarna, mér fannst þau hafa unnið í rauninni mjög málefnalega kosningabaráttu. Silja Sóley var náttúrulega stjarna kosningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona fest afl og það hefði mátt vera meira af því. Árni, varstu í gamla sjálfstæðishúsinu í gærkvöld og nótt? Nei, ég hélt mér út á Nesi, sem að ég bý og hafði nú kannski, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir kragan, þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka. Og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir mitt fólk. Það ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar, höldum meirihlutanum. Svolítið áberandi þar að Samfylking og Viðreisn buðu saman fram þar, ná töluvert lakari árangur núna sameiginlega heldur en samanlagt síðast. Stórsigur í Garðabæ, 8 af 11 fulltrúum þar. Mosó var flottur árangur þar, Hilmar og hans fólk mikil endurnýjun þar, fara að taka 5 fulltrúa og voru nálægt þeim 7. Hafnarfjörðin með svona halda sínu þar og meirihlutinn heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem var auðvitað líka dálítið pólitískt tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona upplegg Samfylkingarinnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherjar frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt framboðsfundi en ekki í stað oddvita og svo framvegis þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar. Og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér, það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una. Ég held að sé nú sama svona hvernig á það er litið og að Samfylkingafólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúar síðast og 5 núna. Að þá held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sem að þetta sé svona ansi mikil vonbrigði fyrir Samfylkinguna og ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur. Þeir geta að tala sem Árnasigur, þeir eru búin að vera afgerandi í borgarstjórn í nokkuð kjörtímabil og... Jú, þetta er náttúrulega svona, ég veit ekki, manni fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhver liti bara svolítið sleginn af flokkunum sjálfum, þar sem að Samfylkingin, auðvitað svona forystuinn í Samfylkingunni gaf það dálítið út að borgarstjóri flokksins þar, hann var ekki í náðinni og tapar stórt í prófkjöri. Viðreisn sem búið að vera í meirihluta 7 af síðustu 8 árum. Reykur kosningabaráttu með slagorðinu snúum Reykjavík á hvolf. Þannig að flokkarnir sem hafa staðið að meirihlutanum voru mjög á móti honum og það er alveg, eins og þú segir, alveg góður punktur hjá Þóru að það er á einhvern veginn, það var enginn til í að tala neinn árangur sem er svolítið athyglisvert. Og svolítið skrítið vegna þess að það er vissulega árangur. Og þarna, en ég held að Samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprófkjör í janúar, svona þarna, eða febrúar eða hvenær það var, svona, með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prófkjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessar breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við það, hann hefði þurft meiri undirbúningstíma. Ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat. En þið þurft að fara í þátt til Gíslavartinni, komur ekki til þín? Nei, kom ekki til mín. En það er einn maður. Hvað segirðu? Það er líklega einn maður fyrir Samfylkinguna. En sko, ég aðeins, ég meina það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, Samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko á höfuðborgarsvæðinu, þá er það bara í Hafnarfirði sem Samfylkingin er að tapa bæjarfulltrúum. Er það ekki rétt hjá mér? Ég meina hún er að halda sínu í Reykjavík, hún er að bæta við sem manni í Kópavogi, bara að því að má ekki bara tala svo út einhver vitleys og það er alveg, þú veist, þetta snýst borgarfulltrúa, ef þú heldur þínu borgarfulltrúa þá ertu ekki að tapa. Og ég meina síðast var Samfylkingin með 5 borgarfulltrúa og gerði úr því það að vera í meirihluta allt þetta kjörtímabil. Þannig að þetta bara snýst þetta það, en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum, gera það auðvitað verkum að Samfylkingin verður í minnihluta
nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið 2 meirihluta sem annars vegar Miðflokkurinn, þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur, heldur hún ef hún velur hinn möguleikann sem að Viðreisn og Framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörð samgöngusáttmálann og ég ekki alveg sammála því sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að Samfylkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert. Ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að Samfylkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmd sem að einhverjir flokkar ákváðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúið að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjarfulltrúarnir á þarna í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kosningamál, þá var Samfylkingin stóð alveg í lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér finnst þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar. En heldur að þetta sé dauðadómur yfir borgarlínunni? Já, borgarlínunni. Nei. Það fyrir eftir því hvort að Miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu. Já. Þetta náttúrulega stærsta umhverfismál í rauninni Hildur talaði gegn henni. Og alveg, Hildur talaði held ég þvert hug sér í tíma. Já, ég held að líka. Ég held ekki að það hafi verið samfærandi viðsnúningur. Ég minna, hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til Miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund. Þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna Viðreisn og Framsókn, en Framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla, þannig að ég held að þetta verður. Það verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meirihluta, það verður engin þröskuldur. Nei, það held ég sé alveg, hann hefur náttúrulega Framsókn líka ber hún svo mikil ábyrgð á þessum samgöngusáttmála. Bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem bara skrifa hann undir og eru aðalmennirnir á borðinu. Það verður svona sjóða eins og skert í svona kosningabaráttu svona já eða nei, það fólk látið vera með einhver skilti og svona og ég held að þetta borgarlínuverkefni ekki endilega vera eitthvað já eða nei. Þú veist, mér fannst bara þess að tótt sem Hildur sló var að mörguleyti bara skynsamlegur. Það hvort sem fólki líkar það betur að vera. Þá þetta orðið umdeilt verkefni, borgarlína. Það búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki, borgarbúum, sem svona einhvers konar lausn. Þetta að koma. Fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá. Það ennþá sama staðan á umferðaræðunum, fólk jafn fast í umferðinni, framkvæmdirnar ganga hægt, helstu fréttirnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir. Mér finnst bara í sjálf og sér skynsemi og ég held að fólk stuðnings með borgarlína ættu líka að fagna því að verkefni sem aðeins tekið sett bara á skurðarborðið og aðeins skoðað. Og við sitjum föstum fyrir með. En akkurat þetta var gert fyrir 2 árum. Þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir 2 árum. Akkurat tekið, skoðað, fjöldi sérfræðinga sem fór yfir þetta og svo mæta allir, Bjarni Ben og Ásdís í Kópu og skrifa undir. Breytir því ekki að verkefnið ennþá á þessum sama stað. Það umdeilt. Það fyrsta lagi ekki á sama stað, vegna þess að það er bara fullt búið að gerast síðan. Í öðru lagi, þá ógeðslega fyndið, af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start, svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að Miðflokkurinn var að gera það og tala það niður, þannig að vinsældina fara smá saman niður og svo núna mæta þeir og segja, þetta er bara rosalega umdeilt, þannig að við þurfum að stoppa við. Ég meina, það búið bara blasir við að gera það. En hugsið ykkur, það er búið að gera aftur og aftur og aftur. Þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú ekki að fara að breyta þessu á lokametrunum. Þetta er bara eina þeim... Þú veist að borgarlínan til þess að losa... Já, þú veist að borgarlínan var lausn sem að þitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það. Já. En þú vilt... Það er ekki að kasta henni í sjóin. Jú, þú vilt eitthvað fara og skera þetta upp og skoða þetta. Það er búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausnin. Ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri lausn sem er léttlest. Og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi lausn sem var lægsti samnefnarinn. Að því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta, þá var tekin lægsti samnefnari sem er þetta Bus Rapid Transit, eins og það heitir í útlöndum, hraðvagnakerfi. Það var niðurstaðan að því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta. Þannig að það var ákveð, þetta er þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála um.
en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Sjálfstæðisflokkurinn sem vill vera svona trausti enginn að aðilinn. hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áætlun borgarlínunar? 315 milljarðar. Já. Þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu. Það bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál umdeilt. Bara niðurstöðu kosningar. En það er sjálfstæðismenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta hefur allt komið frá sjálfstæðisflokknum. Og eins og Gísli að nefna sko bæjarstjórar í Kraganum og Reykjavík og það meir hlutin eru sjálfstæðismenn. Hvalfjarðargöngin voru líka umdeilt. Það er alveg rétt. Og koma til móts við þessa gagnrýnisraddir á allan mögulega. Já, það er þetta einleiðin að hlusta ekki og ætla bara að þetta verður bara áfram. Ég heyri að það eru 4 hérna á þeirri sko. Árni, 2024 var þetta niðurstaðan sé býsna skýr í þessu. Það er bara þörf á þessu. Það má vel vera að borgarlínan sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á. Það er bara til að en eigum við það bara öll að vera föst í það getur bara vel verið þessi pólitískur raunveruleiki að það verður svo ómarsnjált fyrir Sjálfstæðisflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að miðflokkurinn væri ykkur flugi og þar leðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þau viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera. Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti. En samt að láta bara eins og í öllum málum í dag. Já. Má ég aðeins skjóta inn vegna þess að þegar það var verið að velja á lista hjá Sjálfstæðisflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin, svona frjálslyndis megin. Þetta er ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í Sjálfstæðisflokknum. Ja, Brynjar er þarna. Hann fór og flúði og Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann er að koma. Ég held að Brynjar eitthvað ákvæmt á móti borgarlínu, ég held ekki. Brynjar er bara mjög vinsæll af þeim armi sem hefur verið að flýja yfir í miðflokkinn. Hildur fær að bjóða fram lista sem er svona líkar í henni heldur en Kjartan var eða Marta sem var þess valdandi að Sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni. Það er sá Sjálfstæðisflokkur sem að vinnur, sem er ekki að leggja áherslu á innflytjendamál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta er bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem er að vinna þar, Sami Mós og hann er ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikslast á Suðurlandsbrautinni eða eitthvað. Það er menningarstríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna er að fara í samstarfi miðflokkinn sem er allur þarna. Sem er allur sem myndi bara toga Sjálfstæðisflokkinn í áttina að svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir, svona inn í Sjálfstæðisflokknum, allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilheyrði einu sinni, eða að fara og vinna með Viðreisn Afturhald heitir þetta bara? Já, afturhald. Vinna með Viðreisn. Það er hlutlaust matarlega. Ég held að það sé bara mjög þung ákvörðun, já. Það er einfaldar að vera bara með eitt flokk í samstarfi. Það er yfirleitt valið alltaf. Bara það sem að hafa eins fá og mögulegt er. En þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna er bara mjög veigamikil líka bara svona fyrir hvert Sjálfstæðisflokkurinn fer. En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kosningarnar 22 voru svona, kosningarnar 2018, það er verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sér bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Já. Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og það var alls konar... ekki bara Reykjavík-módelið sem var næstu eins? Jú, sem er ekki ósvipað. Það sem er kannski mjög undurlega þessu, mjög bara áberandi, sko, þú veist, það er þessi málaflokkar sem að verið svona undir ákveðnu eignarhaldi þessara flokka og fólk er bara að finna það er því miður lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala þetta sé kvennagildra sem að er að leggja til með heimgreiðslum en hvað er það síðan að vera með það í Reykjavík að hver er aldurinn 22 mánuður þegar börn komast inn á leikskóla? Hvað er það annað en kvennagildra? Við erum að sjá það að þessi svona boltar sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólki undan ár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum þetta. Má ég aðeins skjóta inn. Við vorum eitthvað reyna að fjalla kosningarnar og ég var að fylgjast með umræðinni og mér fannst þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammir eitthvað svona. Ég sá enga alvöru umræður samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendúll eins og svona talinu eins og í Suður Ameríku eða eitthvað,
að það var bara búið að vera til vinstri hérna í Reykjavík og svona. Það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin yrði við völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og langstæðstu leyti erum við bara að horfa á sveiflu til hægri og það sem að ræður henni mest er ríkisstjórnin. Því að hérna, ríkisstjórnarflokkarnir, þeir kom allir frekar illa út úr þessu. Allavega miðað við það sem rættluðu sér. Við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þeim væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitarstjórnum. Það verður bæði plan Samfylkingarinnar og Viðreisnar og við sögðum bara hver verður staðan í maí? Ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta er bara rangt plan. Og ég held að það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukkað plan í kosningunum. Ég held að það hafi ráðið. Frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira að lesa, já, fólk vil svona leikskóla, ég myndi ekki treysta fyrir það. Ég held að ég finnst það að skipta máli samt líka, ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta er svolítið jarðtenging. Þetta er svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónustu og skyldu, gerum það. Fyrir kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningarstríðinu hérna í hverjum einasta málaflokki. Þá tekur ekki Miðflokkinn inn í stjórn. Nei, ég bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkurborg. Hitt er síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerir stundum. Hún er náttúrulega búin að hafa mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það er oft svona bara takturinn í þessu, þetta sína kannanir sem eru til aftur í tímana. Stjórnarandstaðan á þingi afleitt. Já, hún er búin að eiga mjög fína spretti. Nei, það bara kannanir sína það. Hvorki vaksa flokkarnir og þegar það er spurt út í það. Leið mér að klára pælinguna. Ég ætla bara að segja, ríkisstjórnir hafa gjarnan haft svona dálítið flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina. En ég held að ríkisstjórnin sé kannski að vakna upp í það að það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum er ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það er kannski lítið út fyrir að vera. Og fólk er að vakna upp í það að þessi stóryrtu, kannski mörguleiti óraunhæfu loforðum að ná tökum á efnahagsmálum er einhvern veginn vísfjarri. Þessi ESB-leiðangur er gríðarlega illa tímasettur, bara svona burt sér frá hvað okkur finnst mann yfir höfuð og svona mjög sérstakt útspill á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað. Þetta hefur klárlega haft áhrif. En já, nú er spurningin hvernig þessi meirihlutaviðræður og meirihlutamyndun mun vigta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmis Sjálfstæðisflokkunum fer með Miðflokknum að þá erum við að sjá mjög harða beygju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. En ef hann fer með Viðreisn og Framsókn þá erum við að sjá í rauninni meirihlutamyndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið. Og grafið undan trausti þar. En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem er í ríkisstjórn, hann kannski eitt fer í meirihlutasamstarf? Jú, en það hljóp mjög illt í þetta þegar Björg lýsti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri. Og það hljóp svona frekar illt í Samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona. Þannig að Samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og Viðreisn og Flokkur fólksins að fara í þessa skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef þetta fellur í rauninni, ef að atkvæði falla þannig sem allt bendir til núna að þetta verði fellt. Verði fellt? Já, ég meina þarna það er... Ég hef ekki séð þær kannanir. Nei, en bara þegar það er svona gríðarleg hægri sveifla og þegar hægri flokkarnir eiga þennan aðgang að fólki... Andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu, hún er mest inn á þingi, hún mælist ekkert sérstaklega mikil í skoðanakönnunum. Það er ekkert að aukast neitt fylgi við ESB og svona, en ég myndi ekki með þetta þannig að vera almenn andstaða við skoðanakönnuna. Nei, ég meta ekki þannig, Smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa niðurstöðu í það að þetta yrði fellt. Þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt. Það er það sem ég er að segja. Já. Svo er einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það er að það eru líka bara ákveðnir straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum. Sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku.
og enginn að tala um þau, þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörf á að tala um þau heldur en núna. Það er bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það er ekkert bara á Íslandi, það er út um allt. Og það að þau mál, og maður finnur alveg á hægrinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku. Af því að þau græða á því. Ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða, þá er ólíklegra að það kjósi Miðflokkinn, eða ef að fólk er raunverulega í stórri mannréttindabylgju eins og stundum hafa svona riðið yfir Vesturlönd, þá er ólíklegra að það kjósi til hægri. Þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það er að hjálpa Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum Samt uti Ari að Sverja Snorra af sér. Já, þú veist, við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það er ekki, þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna, við sjáum það bara í kosningum í hinum af þessum löndum. Ég meina, vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi, en það er aðalega vegna að þeir eru bara sko mótvægi við ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk. Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Það vantaði mótvægi við Miðflokkinn og svo ég vil líka vara við að fólk sé að ofmeta það að ágætist að Miðflokkur líklega sigurveri kosningarnar og Sjálfstæðisflokkurinn. Ég held að ég myndi nefna Miðflokkinn á undan. Hann eykur meira við fylgi sitt og gerði raunverulega það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu í öllum nema bara í Garðabæ. Það eru ótrúlegur árangur. Að ég myndi ekki meta þetta þannig að þetta væri viðurkenning á orðræðu flokksins. Ef við viljum gera það, þá getum við skoðað Reykjavík sem að flokka það 12%, en flokkar sem eru vinstra megin við Samfylkingu, vinstrið, sósíalistar og ef við takjum Píratana með, held ég sem með 80%. Þannig ef að þetta var kosningum mæling á því hvort þú viltu fara leið Miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að boða, eða viltu vera alveg á hinum endanum, þá vann hinsegin endin. Hinsegin er bara svo sundraður, hann er alltaf í mörgum flokkum. Það er það sem að menn að læra af þessu kosningum, náðu við að byggja farveg fyrir þessu sjónamið sem við erum að verjast fyrir. Og Miðflokkurinn segir já, Sjálfstæðisflokkurinn segir já, en hinir tókst ekki alveg. Samfylkingin er í vondum málum þetta er alveg einlega að þeir lögðu upp með Kópavogi, þeir eru svo langt frá því sem þeir ætluðu sér, þeir fá hrun í Hafnarfirði, þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir Samfylkinguna, alveg rísa skellur og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík þetta var Kópavogur það líka ég meina forsætisráðherra leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjórun og fleira Vílínan skorinn Hamraborg. En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaráttunni vegna þess að það er ákveðin tilhneiging eins og Ólafur Þ. Harðarson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við það sem að í boði í landsmálunum. Kannski er þetta rétt hjá Gunnar Smára, þetta var bara einhver strategi sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli. Af því að ég sá einhvers staðar að þessi ríkisstjórn er í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel. Ég held í rauninni að þessi engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem hefur haldið vinsældum sínum jafn vel. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það er. Ég held að hluta ástæðinu sé málþófið í fyrrasumar. Það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði þetta aldrei sjálfsmark þar sem að einhverju leyti Sjálfstæðisflokkurinn viðurkenndi þegar þau skiptu þingflokksformann og eitthvað svona að þetta hafi ekki verið nógu góð strategía en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkisstjórninu og þetta er högg á ríkisstjórninu. Já, þetta er bara ungt fólk sem er með þessi plön hann inn í Samfylkingunni. Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum það er ekki víst að ríkisstjórnin njóti sama fylgis eftir hálft ár. Þetta er allir að vita sem eru yfir fertugt. Svo er náttúrulega einn ríkisstjórnarflokkur sem við ekki nefnt sem er flokkur fólksins. Sem fær vonda, mjög vonda. Já, ná ekki inn í Reykjavík og... Náðu ekki svona bjóða fram á Akureyri. Nei. Þeir fengu bara fína kosningu síðast. Náðu bæjarfulltrúa einhvers staðar? Ég held ekki. Nei. Þeir mistu þessa 2 sem þeir áttu á Akureyri og Reykjavík. Þannig að það ég held að þetta séu, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu,
Því að nú framöndan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra á þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður. Á móti skipta sveitarstjórnarkosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig. Já, þetta jú, þær skipta þetta heilmiklu máli. Já, í hverju sveitarfélagi síðan, það ekki þannig þessi neyðarfundur í ríkisstjórnin, hann ekki sko. Hann ekki? Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Já, akkurat. Nei, akkurat. Það getur vel verið. Hann hefði bara notað þessum átellu. Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosningum. Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni. Þú veist, eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina? Ég ekkert viss það, sko. En nú þurfum við einbeitt okkur að því að byggja flokkinu innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómurinn af kosningum. Það eitthvað svoleiðis sem að... Já, það eitthvað svoleiðis. En ég held að spennan verði fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Já, og það sem ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meirihluti verður myndaður út af því. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, Miðflokkurinn verður líka mjög erfiður Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnaraðstöðu. Það út af því sem að Sjálfstæðisflokkurinn léta heita í þarna kosningabarátunni til dæmis gagnvart samgönguáætlun. Já, við Þóra Kristínu með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur, eins og ég sagði einhverju viðtalið með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðanir einu sinni en breytti svolítið, elti Miðflokkin út í ákveðið svað, fannst mér, út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði, því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hann myndi virka og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhvers staðar, hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni svo mikið á móti og ég líka, hún gerð til þess að leysa það. Þannig að þess er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það, því það hún sem á að leysa það. Og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein, þar sem hún sagði einmitt alveg sérstaklega að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa virkar ekki. Sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald, þeir vildu það, Þórar Hjaltason og kó. Sem að gerðu umferðarskipulag kringu Smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í. Þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega í hjartanu sem er að klára þetta borgarlínuverkefni. Auðvitað er þetta hanna Suðurlandsbrautin eitthvað aðeins öðruvísi og einstaklega fleiri kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig að hún er til í að svíkja hana. Ég veit það ekki. Til þess að vera ómögulegt? Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki að því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta er lausnin á vandamáli sem það þarf að leysa. Og hún er bara praktísku stjórnmálamaður. Eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk við erum búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fyrir á pásu þá er ekkert gert. Öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem er í gangi í umferðarkerfinu á höfuðborgarsvæðinu. En það er borgarlínan bara eitt af mörgur sem að þarf að leysa. Borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara. Það má ekki draga úr henni tennurnar. Hún verður að fara í gegn það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það er náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk er að taka því þannig. Kosningarnar voru meira en borgarlínan og mér fannst nú Hildur, mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í sérstaklega í oddvitakappræðunum á föstudagskvöldið á RÚV hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi nánast hún eins og hún vildi fá að vita eitthvað af málefnin, þá var Hildur spurð. Hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu, ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni, ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir, þá er þetta umdeilt, fólk hefur ekki séð árangur og þetta er langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300+ milljarðar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman
Þannig að ég held við ættum nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko, það verði tekin smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir. Það eðlilegt Við núna. getum ekki alltaf verið að skoða þetta. Jú, við getum bara svo sannlega Við verið að því. verðum bara að framkvæma og skoða svo aðra lausnir líka. Þetta er bara það stórt mál. Þetta er eins og staðsetning hérna nýja Landspítalans. Þetta er eins og Landspítalinn var litið farið að minna á það. Nú er Landspítalinn úreltur og hann er enn ekki risinn. Já, og allir voru alltaf að segja, heyrðu, það þarf að stoppa þetta því við þurfum að skoða þetta aðeins betur. Ég held að 5 heilbrigðisráðherrar hafi komist að sömu niðurstöðu að hann ætti að vera þarna sem hann er. Þú nefnir kappræðunar, því við byrjuðum að tala veikleikann hjá samfélkingunni, þá fannst mér að kristallast það svolítið að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferð í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri. Hildur að því að hún er reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri. En frambjóðandi samfylkingarinnar, hann var bara eins og nýliði þarna. Og ég meina, hann er það bara. Hann er nýliði. Hann er bara nýliði. Mér fannst hann enda frábær í þessum kappræðum. Vanalega er það, ég meina, hann stóð sér vel við það sem hann gat. En vanalega er það hann í aðdraganda kosninga í þessum kappræðum, þá skiptir máli hverju forsætisráðherra og skiptir máli hverju borgarstjóri. Þú kemur með ákveðin og ég myndi segja að það eru bara 3% stig að ef þú ert með þann sem er með völdin og getur svarað, kann þetta allt saman. Þess vegna þú að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi. Svona á köflum var þetta orðin aðast bara eins og þú þurfti að spurja hana til ég held að bara fólk hafi litið svo á að hún var að sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu. Þess vegna hafi menn litið á hana sem andstæðing sinn. En mér fannst það afhjúpa svolítið þarna þetta plan. Kannski var það ekki hugsað til enda, sko. Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingarmynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni. Já, þau tóku þá strategíu. Þegar við tölum þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra að þau séu umdeild. Í Bretlandi hefði Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ef allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann ætlar að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðandan? Ég næðist ekki. Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundur samfylkingar, menn að sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var bara búin að ákveða að þau vildu ekki tefla Heiðu fram. Meina minnst hún bara færi alveg að listum. Já, muni að 15 atkvæðum og hún væri bara ekki á lista og það er bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið er að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólkið í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar, að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði gert. En þá ert ekki að standa með þér, sko. Nei, en ég held að það hafi verið niðurstöða kjósanda í prófkjöri samfylkingarinnar. Þau kjósa Pétur inn sem að reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni. Stendur bara mjög mikið með þétting. Hann talaði mikið mistök og fleira og það hefði hann væri ekki ábyrgð á því sem þegar hefði verið gert. Mér fannst það einmitt distansera sig mjög mikið frá því sem var í gangi. Heiða sást ekki í baráttunni. Hann stóð náttúrulega bara mjög vel með stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkurmódelinu sem var samþykkt af þessu meirihluta. Mér í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera. En við erum að fylgjast með verkamannaflokknum í Bretlandi. Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi, hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan. Þannig að akkur var ekki bara gerður á borgarstjóra. Ef þetta var planið, sko. Ég hef haft þetta bara í september. Þetta er ekkert svona plottað eins og þú heldur. Ég meina, hvað er ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara að kjósa það í borgarstjórn og það er ekkert eitthvað meirihluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra. Það var ekki. Akkur ekki, það er bara margir flokkar akkur fullur flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra. Því annars flosnar meirihlutin upp.
Nei. Ég veit ekki hvort þetta sé hægt, en ég er bara að vera að benda á hana veikleika. Nei, þau þurfti að fara að stað með þetta fyrr og þau þurfti að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefði þurfti að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðendur samfylkingarinnar, hefði þurfti að standa fastar með sjálfur sér. Þau gerðu það ekki. Eitt sem að gerði í þessu kosningu sem hefur náttúrulega að spyrja ykkur. Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupum undan sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta var ekki nógu sterkur presens. Mér langar að spyrja ykkur um Sjálfstæðisflokkin. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi, að þá hugsaði ég, nei, þarna er næsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta er bara stórkostlegur sigur og hérna Sjálfstæðisflokkurinn er í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefið sviði eftir. Það er sérstætt sem að Kristur gerði. Sjálfstæðisflokkurinn vinnur meirhluta í Hveragerði, hennar heimabæ, og út allt land er flokkurinn að vinna, nema hann tapar hjá Jens Garðari. Já, en ég er að tala um Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður Sjálfstæðisflokksins? Hvort verður það Ásdís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík? Ég held að það sé nú bara að fara Hildur þarf að klára sig. Já, Hildur þarf að klára sig, en Ásdís þarf það ekki. Hún er á svipuðum stað og þegar Daði fór hann skilja stórkostlegur sigri beint inn í landsmálin. En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, er ekki svolítið skrítið hjá þess Smári að taka þennan stórsigur Sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri formannsflokksins? 1990. Nei, nákvæmlega, en ég meina það má velta fyrir sér Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni. Já, og er gagnrýnd fyrir það. Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök, Guðrún spilar þetta öðruvísi og er að njóta kannski núna í sigri, já, gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hefur nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur, eða í hennar tíð, það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir, það er til dæmis í Vestmannaeyjum var klofningurinn fyrir heima, held ég að heita, hann kom heim, það svipaði í Keflavík. Þannig að það var svona hlutir sem voru að detta með klofnaði annars þar, var það ekki á Akureyri, ekki þessi Akureyri-listi frá ykkur? Vissulega, það voru átök í því prókjöri og fór í sig áttina en hann náði inn þarna, sér frambúið. Já, en ég segi þannig að það eru, ég myndi nú frekar meta þetta sem svo að Guðrún sé nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að því vorum að ræða kannanir á stöðuna í landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni. Ég er ekki viss það, en ég held að það sé framöndan dálítið áhugaverðir tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn, hvort hún er á neyðarfundi eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Og það er stór ákvörðun framöndan á að keyra á þetta ESB-mál eða eitthvað að breyta kúrs. Ef að setja kannski leyfa fólki að finna ef við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin eins og við lítum kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leyfa mér að spá því, bara út þetta ár. En að þínu mati, hvort væri það farsælla fyrir Sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meirihluta? Hvaða meirihluti í borginni er það farsælastur? Ég held bara hvor meirihlutum fyrir sig getur verið góð. Ég veit að það er ekki aðdáendur Miðflokksins við þetta borð. En ég held nú að Ari, ef maður leyfir sér nú að fara að tala um Miðflokkin sem svona einhvers konar tvo arma, ég held að Ari Edvald myndi nú flokkast innan hófsamari hlutans þar, Ég held að það verði ekkert í sjálfu sér stórt mál að vinna með hún. Já, var alla tíð í flokknum og svona. En finnst eins og hann hafi byrjað í Framsókn samt? Ari Edvald? Já. Nei, þykist ekki þetta stundu þegar við svona stríðamönnum þykist að muna að þeirra hafi verið í Framsókn. Nei, hann var það var einhver græn slikja alveg early days, bara háskóla árin. Var hann ekki æskulisfylkingunni, Alþýðubandalagsins? Nei, hann var þarna aðstofmaður Þorsteins Pálssonar lengi. Jú, hann var síðan sjálfstæðismaður. Samtaka atvinnulífsins tíma. Fór í prófkjör í Sjálfstæðisflokknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg rosalega. Svo tók hann við að Smára á 365. Akkurat. Átni, varst þú ekki Framsókn? Já. Nú hugsa allir aðdáendur árundu samstöðuna. Framsóknar slíka þessum. Hvora vilt þú sem formann Sjálfstæðisflokksins, Ásdísi eða? Það er ósnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega 4 ár. Nei, það er ekkert, en ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekkert að fara að skipta formann, en ég held að ef hann myndi skipta formann, þá held ég að væri freka bara Áslaug Arna kæmi aftur og taki annan ránd. Nú áfengi að vera ríðstjóri Mókans.
ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar. En heldur að Ásdís hafi ekki metnað í þetta hlutverk? Já, alveg örugglega. Ég bara hef ekki hugmynd um það. Ég hef ekki hugmynd um það og það náttúrulega hefur örugglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það. Já. Eftir stóran sigur? Jú, eftir stóran sigur. Korter eftir stóran sigur? Jú, akkurat. Þá voru sko náttúrulega, ég veit nú ekki alveg að Ásdís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það er, en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna, en það hefur aðeins verið í Sjálfstæðisflokknum undanförnu, hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það er, og kom mér svolítið óvart, meiri sem meðan að Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óánægja með hann innan Sjálfstæðisflokksins, alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar, þegar landsfundur var haldinn, febrúar bara í fyrra, er það ekki? Jú, þegar Guðrún vinnur. Jú, fyrir árið. Að hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum, Áslaug Arna. Og það fannst mér mjög áhugavert og er svona svolítið ólíkt þeim Sjálfstæðisflokki sem að ég var í. Og Guðrún, síðan vinnur bara Guðrún, þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi, en fær aldrei almennilega. Hann munið sjón. Já, ég veit að það var óvæntur sigur. Þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni. Pólitískt afrek. Já, þannig að sko, en hún fekk aldrei bara, þú veist, flokkinn með sér. Og Bjarnafólkið, ég er ekki að tala um Bjarna sjálfan, en fullt af fólki sem stöddi Bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn. Hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja. Ég held að Bjarnafólki sé ekkert eitthvað að fara að taka Ásdísi og púrra hann upp og segja hann að bjóða sér á móti Guðrún og næst. Ég er ekkert viss um það. Ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfsháttilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru. Hann var öðru vísi. Bjarni? Já. Hann var ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverja gagnrýni og það er ekki reynsla allra blaðamanna, það gat verið mjög. Nei, ég sammála Þóru Kristínu. Hann var öðruvísi og hann var ekki. Hann breytti þessu andrúmslofti svolítið innan Sjálfstæðisflokksins. Ert þú Bjarnafólk? Ég var í Bjarnafólk. Þetta eru svo miklar spekulasjónir. Ég skal svara þessu, en hann er gullamæður. Ég er vinur Bjarna og Gulla og ég er nú verið að reyna að fetta það í þessum flokki að vera frekar vinur fólks en í einhverjum fylkingum. Stöður ekki Kristján Þór gegn Bjarna? Þú ert að spyrja Varst þú ekki framsóknarflokknum? Hún er trúnaðarmál síðan 2009. Já, ég held að það hefði verið með Kristjáni Þór þá. Þeir vita sem vita. En þú varst með Bjarnamanni. Já, ég var að grjótarðið með Bjarna. Nei, ég held sko ef við förum aftur að Guðrúnu og stöðunni, sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það, ég meina þetta var sko kosningarnar 24 og atburðirnir í framhaldinu. Af því að þetta eru svona ný skeðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim, en auðvitað voru það alveg risastór tíðindi í sögu Sjálfstæðisflokksins að flokkunum bæði fer út úr ríkisstjórn sem tók við var algjörlega skipuð nýjum flokkum líka, gömlu flokkarnir út, nýju inn. Við förum á landsfund og þá gerist það, ég held ég sé var rétt með í fyrsta sinn í sögu flokksins, að hvorki varaformaður né formaður sitja áfram eftir landsfund. Jaha. Þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar. Þannig að ný forysta að koma, nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara, svo maður sé heiðarlega þetta eru gríðarlega breytingar og þetta hefur þurft tíma aðeins til að finna bara taktinn og það er held ég ekkert alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski Samfylking Viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu. Það tekur tíma að bara finna taktinn og tóninn í því. Já. Og ég ætla ekki að gera lítið úr því, en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna. Mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það ég held að séu þetta alltaf tíðindi framöndan landsvísu. Ég spáði því hér með. En þessi uppbyggingafasi hjá Sjálfstæðisflokknum, það er alveg hægt að sjá þetta svona eins og Árni, menn þetta er og Hildur líka í borginni, hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu
kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin, þú veist, make your own luck eins og þau segja, hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin, það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að Samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur Heiðu og kemur frétt hérna bensínstöðvamálið, ég meina, mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar, þú veist, þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundum bara gerist þetta og hluta til það að því að þú ert vel undirbúin en hluta til það heppni að Sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaráttu hvað þetta varðar. Það var bara vindur í seglunum og einhvern veginn bjart yfir þeim. Vann mjög mikið með Sjálfstæðisflokk. Já, við sjáum náttúrulega líka í byrjun baráttunar í Reykjavík þetta nokkuð jaft. Já. Það 23-24% og það fer mjög í sundur. En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla, en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar. Þannig að ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það. Miðflokkurinn alveg, ég opnaði ekki vefsíðu öðru sem að mæta að Ræðvald. Herru, Þóra Kristín, þú ert svolítið vinstra megin. Þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan, hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni. Ég vinstra með, mér finnst ég nú verið hérna fyrir miðji. Og í grænu. Það liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar, hérna, það sem eru borgir, þar eru stjórnmálin öðruvísi. Ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri, þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskvar, nema kannski ég held að segja í Ísafjörður sem það er svona smá undantekningar. Þá það sem að fólk að kjósa Sjálfstæðisflokkur, Framsókn, Miðflokkur og Samfylkingin. Og sumstaðar þannig að Samfylkingin var erfitt með hangaðan inni. Þannig að þeir sem ekki við myndum líklega skilgreind alls saman sem hægriflokka, að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi. Inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar ertu kannski komið með Viðreisn, með fótfestuðar. En það sem vinstra með Samfylkinguna á valla fótfestu á þessu svæðum, ef þú tækir sko kragan með Reykjavík. VG held ég að ná inn einu manni á Akureyri. Þeir eru hérna og þeir sem eru vinstra megin við Samfylkinguna með 3 menn í Reykjavík en hvergi annars þar. Þannig að sko staða vinstrisins þegar þú ert að horfa á svona lengri tími pólitík að þá það hefur eiginlega ekki sko spinnu. Ekki á sveitastjórnarstíðinu. Það hefur eiginlega bara enga spinnu. Það hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstíðinu líka. Ég held að hljóta skrifast pínlítið að það. Og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og eigi að gera það. Ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyggðinni í miklu meira mæli en þeir gera. Já, það séu svona eins og borgarfjarðarlistinn og... En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem einhvers konar pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúndar á einkabíl á göngugötum. Ég meina, þetta það sem að koma skal? Af hverju þetta að höfða til fólks núna? 12% Stórsigur. 12% sem að vilja. Nei, ég bara velti því fyrir mig, hvað þarna? Hvaða eftirspurnar? Ég verð að segja miðflokksmanni hérna, Aulinn hérna með þar var að leita bílastæðunum. Hvað segir það með 180.000 manns búin að skoða þetta? Já, aðeins ég kjáni. En svo þetta bara hannig. Hann fær 12% fylgi. Það voru 88% sem að kausa hann ekki. Hvað er að gera þetta? Já. Ég held að, þú veist, sko, ef við erum að tala um miðbæinn í Reykjavík, þú veist, auðvitað hann verið í óbúslegum svona breytingafasa, hvað ég að segja, 10, 15, 20 ár. Bæði mikið af framkvæmdum, það búið að vera mikið fjör í bara að, hérna, hvar einstefna og hvar bannað að aka inn og stundum keyrir upp Laugaveginn og stundum niður og allt svona. Og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þessu, þetta þetta bara rask. Ég held þetta sé reyndar persónulega hvað var að miðbæinn, held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta. Og einhver tíma bært eftir áratuga vanrækslu Sjálfstæðisflokksins í miðbæinn. Það bara þannig. Ég verð að viðurkenna, ég skildi að hluta til þessa gagnrýni út af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki.
og maður vissi ekki þegar maður væri að leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og þetta fyllti mann óöruggum tíma. Borgarbúar hafa svolítið verið að venjast í sko, þú ert að keyra niður og það er allt í einu komin einhver stór steipuklumpur með einhverju til að taka yfir bílastæði eða stór blómakér sem ekki með neinu í. Já, ég er ekki að fara og ný þann pott allan sko, en ég er bara að segja að þú veist, ég er bara að við erum að skilja, ef það var pælingin hérna með þessari spurningu sko, hvaðan pirringurinn kemur, það held ég þessi að hluta til þetta. Fólk verður bara þreytt á þessu og Ari var að tappin í það og ég held að hann hafi nú En verður fólk ekki að þreytt á köllum sem að tími ekki að borga til samfélagsins og aka göngugötur á stórum jeppum og hvenær verður fólk þreytt á því? Mér fannst vinstra fólkið alveg stíga nákvæl inn í uppsetninguna frá Ara, það deildu þessu allir nexlaðir og svona, ég held að þetta hafi þetta myndband hafi nú reyndar hjálpað baráttunni hans. Ég bent honum á að við höfum svona miðbæ sem er fyrir bílafólkið, það heitir Skeifan. Já. En mér finnst líka, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl. Ég meina, taktu bara hvaða miðbæ sem er í heiminum og það er aldrei næs að vera á bíl, að bara á Piccadilly Circus eða einhvers, þú veist, þú ert ekkert á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það er alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæ Reykjavíkur en það er þægilegra örugglega heldur en í nokkurri annarri miðborg í heiminum og ég meina ég fór hérna í klippingu á Laugaveginum bara stæði beint fyrir utan dóttir mín var að segja sko vinkonu hennar er alltaf á bíl þegar það fara á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan Röngan en var engar áhyggjur af því að alltaf þetta var stæði það er nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko Hörpu, Hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanjarðar hagkerfið þar og alltaf stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem er sagt menn í gamla dag þurftur að hafa kling og fékkst sekt nú er bara rosalega auðvelt að borga þannig að, er það allt í lagi? Já, ég bara að segja það er vælið sem er ekki í lagi Það er vælið sem er ekki í lagi vegna þess að þetta bara spurning eitthvað jafnvæg það er ekki hræðilegt að sé keyrt niður í miðbæ en það er auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Þetta getur nú jafnvel verið leyst líka með, þú veist, án þess að þurfa að vera göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Svo framvegis, þetta er bara alltaf spurning eitthvað jafnvægi. En ég meina, þú keyrir ekki niður striki en þú keyrir að strikinu í Kaupmannahöfn. Ég finnst þetta er svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi Keyrir að strikinu í Kaupmannahöfn? Já, það er þetta það gata fyrir neðan striki Já, ég meina þú getur keyrt á það er göngugata nema það má keyra hana þannig að gangandi fólk er alltaf í rétti það nennir enginn að keyra þetta Já, en þetta er svona eitt af þeim dæmi sem er svona, ég held að fólk sé líka sko þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi. Það þýðir ekki að vera bara hérna í aðra áttina sko. Þú veist það ekki að Reykjavík er einn mesta bílaborg í heimi. Jú, við erum að greina hvernig kosningarnar fóru Gísli. Ég veit það. Ég er bara að segja, ég held að partur af því sem að vera að hafna er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur einkennt Ráðhúsið og síðustu meirihluta á svona hluti. Já, en þá ætla ég með þetta að benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum að kalla ofurþétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborg í heimi. Aðförun að einkabílnum sem að, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, er engin. Þetta er mesta bílaborg í heimi. Blauti draumur aðalskipulagsins sem ég var að meðan ég var þarna er að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar er að enginn verði á bíl. Hvaða vitleys er þetta? Það er enginn með þá draumsýn. Enginn. Það er rosalega auðvelt að vera á bíl í Reykjavík. Svo er það venjulegt fólk sem er fast í Ártúnsbrekkunni sko, alla daga. Já, akkurat. Sem bara einhvern veginn og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa það. Þú ert að mjög afflytja ef þú skildir hann í að stoppa það. Já, það er eitthvað að taka pásu og skera þau upp, eitthvað sagðirðu. Ég sá fyrir mig skoðanborð. Ég veit að þú elskar borgarlífuna Gísli þú ert til í að bara henda þér á hana hérna en sko ég ætla bara að segja þér ég held að þetta sé bara svona öðruvísi stað í pólitíkinni fólk er ekki svona þetta er ekki svona mikið trúarbrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta er hvað heldur sé 30 ára verkefni hérna í frá
25 Já, ára. sko, fyrsti hlutin á að Og það tala byrja bara ef einhver leifir sér, 31, eigum aðeins að skoða þetta. Nú, ok, þú ert á móti. Nei, en Það er annars þessi vegar að þá málflutningur sem verður svo talið eins þreytandi og og leiðinlegur, húsið sko. sé að brenna og það bara verði að koma lausn og hins vegar þá að koma í veg fyrir þá lausn sem að er í undirbúningi og hefur verið. Þetta er helsta menningarstríðið í íslenski pólitík, eru skipulagsmál. Já. Eins og að til dæmis þetta umræðan Suðurlandsbrautina meðast að koma fram í kostningaborginni. Það sem allt í einu skiptist fólki í tvennt. Sko. Ég svo ekki menn eins og þig sem að viljið einhvern veginn hafa bara eina akrin og svo öfugt sko að þú ætlar að koma með alla bílana og... Þetta var aðför að Suðurlandsbrautinni. Já, þetta er bara allt í einu Íslendingar. Það var ekki best bara að gera stytt á Suðurlandsbraut. Það var nú besti punkturinn í norðan. Þetta er alltaf tíminn að hlaupa frá okkur. Já. Við erum búin að tala mikið. Já. Þetta er búin að vera gaman. Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Marteinn, takk fyrir komuna. Takk. Og hér eftir augnablik koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarsson og Svanborg Sigmarsdóttir. Hér augnablik hlé. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ert þú líka með spurningar? Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á www.er.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.